Komið sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarpsþáttur minn sem alltaf til hægri. Þriðjudaginn 9. apríl síðastliðinn tók ný ríkisstjórn undir forystu Bjarna Benediktssonar við völdum. Það var langt í frá sjálfgefið að ríkisstjórnarflokkarnir þrír, það Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur og Vinstri grænir, héldu áfram samstarfi í nýrri ríkisstjórn eftir að Katrín Jakobsdóttir baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Myndun nýrrar ríkisstjórnar aldrei einföld, allra síst þegar að fulltrúar ólíkra póla í stjórnmálum gera samverkamenn. Jafnvel þótt að reynslan af rúmlega 6 ára samstarfi sé mörgu góð. Ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar stendur frammi fyrir mörgum áskorunum. Fyrir alla stjórnarflokkana mikilvægt að þeim verði mætt og að árangur náist á þeim stutta starfstíma sem ríkisstjórnin hefur. Aðeins árangur réttlætir ákvörðun flokkana að halda samstarfinu áfram. Og enginn getur reiknað með öðru en að það reyni oft á þolrif einstakra ráðherra og stjórnarþingmanna á þeim tæpu 18 mánuðum sem eru til kosninga. Þá skiptir tvennt mestu. Að traust sé á milli forystufólks ríkisstjórnarinnar og stjórnarþingmanna og að ríkisstjórnin einbeiti sér að ákveðnum mikilvægum málum sem mestu skipta fyrir almenning. Láta ekki ágreiningsmál sem í stóra samhenginu skipta litlu flækjast fyrir sér. Hafi burði til að leiða ágreining í jörð. Reki ekki fleyg í samstarfið með því að þvinga einhver áhugamál einstakar ráðherra í gegn eða mál sem ætlað að afla pólitísks stuðnings afmarkaðra hópa. Daginn eftir að ríkisstjórnin tók við völdum skrifaði ég grein í Morgunblaðið þar sem ég sagði að stjórnarflokkarnir verði að tryggja að fyrirliggjandi frumvarp breytingar og útlendingalögum verði afgreidd sem lög ekki síðar en fyrri hluta maí næstkomandi. Endurskoða þurfi útlendingalöggjöfina frá grunni og fella úr gildi allar íslenskar sérreglur. Fyrirmyndina getur ríkisstjórnin sótt til Danmerkur. Nauðsynlegt að ný lög verði afgreidd ekki síðar en á vorþingi 2025. Í þessu verður ríkisstjórnin að vera samstíga, skrifaði ég. Og á gríðarlega fjölmennum að ég vil segja baráttufundi okkar sjálfstæðismanna á Hótel Hilton laugardaginn 13. apríl fór Bjarni Benediktsson einmitt yfir þessa megin áherslur í útlendingamálum og sagði meðal annars. Og frumvörpin eru fyrir þinginu, við ætlum að ljúka þeim. Við erum bæði að horfa til þess sem það sem blasir við okkur núna í svona nærtímanum, en við erum líka að hugsa til lengri tíma. Það þarf ekki að vera hægt að ræða reynslu Norðurlandana, frændur okkar á Norðurlöndunum. Já, ég vil leyfa mér að segja að þeir hafi sofið á verðunum í allt of langan tíma og þeir hafa þurft að súpa seyðið af því. En þeir hafa líka brugðist við. Kjósendur í þessum löndum hafa krafist þess þeir brugðist við. Það hafa verið með þess að til nýjir flokkar út af þessum eina málaflokki. Og áherslur hafa breyst, lögum hefur verið breytt og við eigum að læra af reynslu annarra. Þetta verðum við að geta rætt af einhverju yfirhugum, án þess að vera sökuð að vera með einhvers konar öfgastefnu, vegna þess að þetta skynsemistefna. Þetta skynsemistefna, engir öfgar. Bara hagsmunir landsins til lengri tíma og í bráð það sem við erum að hugsa um. Sjálfsagðir hlutir eins og það að fólk sem hefur fengið hér tímabundið dvalarleyfi en gerir sekt að brjóta af sér ítrekað eða jafnvel með mjög alvarlegum hætti, já, það fyrirgerir rétti sínu til að búa á Íslandi. Það var jú með tímabundið leyfi, en
Þegar að kemur að því að fá varanlegt dvalarleyfi eða jafnvel ríkisborgararétt, þá setjum við kröfur, eins og allir gera og við ættum að gera. Í áðurnefndri grein sagðist ég ganga út frá því að einhugur sé það í ríkisstjórnin að stuðla að auknu raforkuöryggi og að lagður verði grunnur að nýrri sókn í atvinnumálum með aukinu orkuvinnslu. Þetta hægt að sýna í verki með því að vinna að orkuskiptum af heilum hug, einfalda allt regluverk í kringum nýjar virkjanir og ryðja úr vegi lagalegum hindrunum til grænnar orkuöflunar og leið tryggja að fyrirhugaðar framkvæmdir til að styrkja flutningskerfi raforku nái fram að ganga. Og það var fullkomlega eðlilegt að Bjarni Benediktsson véki að mikilvægi orkumála í ræðu sinni á fundi okkar sjálfstæðismanna. Hann sagði meðal annars: Stefna okkar í orkumálum ekkert mjög flókin, það þarf ekki að flytja mjög langar ræður. Við viljum bara einfaldlega nýta þessa grænu orku sem að landið býr yfir til þess bæði að ráðast í orkuskiptin en líka til þess að halda fram að byggja upp og auka verðmætasköpun í landinu. Þetta er sjálfsagt. Og auðvitað ætlumst við sjálfstæðismenn að ríkisstjórn undir forystu formanns okkar sýni í verki að hún skilji nauðsyn aðhalds í ríkisfjármálum, auki hagræðingu í ríkisrekstrinum með enn frekari fækkun stofnana, sölu ríkisfyrirtækja og fjárfestingu í stafrænni stjórnsýslu. Og takist strax á við það verkefni að lækka rekstrarkostnað stjórnarráðsins sérstaklega og stofnana þess að minnstakosti 5-10% miðað við árið 2023. Vinni af því af heilum hug að sala og hlut ríkisins í Íslandsbanka gangi fram. Verkefni komandi mánaða að leggja styrkari grunn undir lækkun verðbólgurinnar og þar með verulega lækkun vaxta. Raunar eins og Bjarni Benediktsson marg ítrekkaði í ræðu sinni á fundi okkar sjálfstæðismanna. Treysta þær stoðir sem nýgerðir kjarasamningar og almennu vinnumarkaði byggjast á. Ekki síst þess vegna ekki hægt að stofna til nýrra útgjalda. Leggja verður til hliðar áformum verkefni sem eru annarkvort óþörf eða við höfum hreinlega ekki efna á, þótt góð séu. Nýjum ríkisstofnunum ekki hægt að koma á fót, jafnvel þó reynt sé að gefa til kynna með heiti þeirra að tilgangurinn sé göfugur. Verkefnið ekki að auka útgjöld ríkisins, heldur stuðla að aukinni verðmætasköpun og aukinni framleiðni á öllum sviðum. Til að raunverulegur árangur náist í þessu verða allir, launafólk og atvinnurekendur, að geta treyst því að atvinnufrelsis ákvæði stjórnarskrárinnar séu virt. En hér eftir sem hingað til eru sanngjarnar málamiðlanir forsenda þess að þeir sem eru í grunninn pólitískir andstæðingar geti unnið saman. En málamiðlanir eru hins vegar til lítils ef sýnin á það sem mestu skiptir ekki fyrir hendi. Þá víkja aðalatriðin fyrir aukaatriðum. Traustið og trúnaðurinn rofnar hægt og bítandi. Allt frá því að fyrri ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við völdum árið 2017 með samstarfi okkar sjálfstæðismanna við Framsókn og Vinstri græna hef ég staðið að baki ríkisstjórnum þessara flokka. Oft hefur það verið erfitt ekki síst þegar pólitísk gæluverkefni að ræða eða þegar mér hefur fundist pólitískur réttrúnaður ráða för. Ég hef aldrei og mun aldrei afsalað mér rétti til að gagnrýna, berjast fyrir breytingum á stjórnarfrumvörpum, jafnvel reyna að koma í veg fyrir framkvæmd stjórnarmála, hvað þá að vinna að framgangi hugsjóna okkar sjálfstæðismanna. En þetta lifandi umræða og ég ekki með þessu sem ég að segja hér að gera lítið úr því að við þurfum að vera á vaktinni, við þurfum að svara fyrir okkur. Og ég segi við ykkur hvert og eitt hérna sem að brenni fyrir þessum hugsjónum sem við höfum komið okkur saman Við þurfum að standa saman í þessari baráttu. Við þurfum að mæta til leiks. Ekki láta segja okkur fyrir hvað við stöndum. Ekki láta ráðast á okkar fólk, okkar forystumenn í kjördæmum, á þinginu, í sveitarstjórnum, hvar sem á þess að það kosti samtal.
án þess að því sé svarað með málefnalegum hætti. Og við reynum alltaf að eiga málefnalegt innlegg, málefnalegt samtal við fólki í landinu og það er einfaldlega vegna þess að okkur þykir vænt lýðræðið. Okkur þykir vænt skoðanaskiptin. Pólitísk umræða þarf að vera grundvölluð á heilbrigðri lýðræðislegri umræðu. Ekki sleggjudómum eða netárásum eða hvað þú vilt kalla það. En fyrir mig sem þingmann Sjálfstæðisflokksins er það sérstaklega gleðilegt að ríkisstjórn undir forystu Bjarna Benediktssonar hafi tekið við völdum. Fáum treysti ég betur til að vinna að lausn þeirra verkefna sem eru mest knýjandi. Möguleikar okkar sjálfstæðismanna til að koma mikilvægum málum á dagskrá og vinna að framgangi þeirra eru meiri nú en fyrir nokkrum dögum. Og þetta eigum við sjálfstæðismenn að hafa í huga. En ég ætla að lofa Bjarna Benediktssyni að hafa loka orðin. Ég ætla að vitna hér í loka orð hans á fundinum 13. apríl síðastliðinn. Ég skal segja ykkur að þetta ger ég vegna þess að ég hef svo óbilandi trú á fólkinu sem byggir þetta land. Ég hef svo óbilandi trú á tækifærunum sem í landinu búa. Ég hef svo óbilandi trú á því að áfram verði best af öllum löndum að búa á Íslandi. Takk ykkur fyrir í dag.